Það nefnilega margir sem hafa talað þetta niður í gennutíðina og þeir hafa mjög margir snúið og eftir að hafa kynnt sér málin betur. Segir það ekki sína sögu svolítið, Tóti? Þessi viðsnúningur Larry Fink, segir það ekki svolítið sína sögu og hvaða stöðu Bitcoin hefur hlotið með þessum? Í mínum huga segir það ekki aðra sögu en þá þess að hann sér að þarna markaður og hann að stækka ört og hann vill auðvitað sniða kökunni og ég legg ekki neitt annað í það en það og það er rétt að sko ef að menn halda áfram að kaupa Bitcoin að þá hækkar verðið en ég segi að enga síður að virðið hækkar ekkert við það að fleiri kaupi og ég spyr þá bara hvað virðið í Bitcoin annað sko ef þú segir virðið í Bitcoin að þá viðhalda verðmæti. Það eru eiginleikar kerfisins sem eru virðið, alveg eins og að gull varð þetta sparnaðarform sem fólk notaði árhundru, árþúsundir út af ákveðnum eiginleikum sem það hefur. Bitcoin hefur flesta þessa, í raun alla þessa eiginleika og betri, margir átt að segja á því og ég hef oft sagt að ég ekkert vissum að það hafi verið algjör konsensus verðmætið á gulli fyrstu 15 árin í sögu gulls sem einhver miðill sparnaðarform, það var ekki allir orðnir sammála það. Staðan í dag það eru mjög fáir hlutfall af heiminum sem að hugsa Bitcoin með þessum hætti en þeim sífellt að fjölga sem skilja þessa eiginleika, þeim sífellt að fjölga sem sjá hag sinn í að taka þátt í þessu kerfi og það augljóslega það sem núna stærstu eignastýringarhús í heimir farin að sjá og farin að mæla með og breyta fjárfestingarstefnu meira sér í skuldabréfasjóð. BlackRock var að breyta fjárfestingarstefnu í skuldabréfasjóð hjá sér, það sem heimilt að kaupa Bitcoin. Og það akkurat það sem ég horfa á Bitcoin sem, þetta traust eign, þetta makróeign sem gott mótvægi við einhverju leyti veikum skuldabréfamarkaði og ég ekkert að segja að það eigi allir að eiga 100% Bitcoin. Það sem við erum bara að segja, eins og í visku og það sem ég er búin að tala fyrir, að það búið að sýna sig að þetta mjög góður hluti af eignasafni. Þetta gerir mjög góða hluti fyrir eignasafnið þitt og það bara 15 ár, 10 ár, 5 ár, alveg saman hvað tímabil þú skoða, en ef allir að fara að skoða eitthvað hálft ár í senn, að þá þetta bara að bæta eignasafnið. Þetta hreyfist öðru sem annað, þannig að þetta vinnur vel sem hluti af safni. Ég ekkert að tala fyrir því að selja allar eignirnar þínar og kaupa bara Bitcoin í staðinn. Það ekki það sem við erum að tala. Þetta nú ansi vel rökstutt hjá honum, Daða. Í fyrsta lagi, er ekki virði í eiginleikum? Þetta var vel rökstutt hjá honum að því leysinu til að hann segja að við erum með bandvagon-effekt og þess að koma fleiri og fleiri það er líka í eiginleikum sko, kerfisins. Það eitthvað virði í því. Ég ætla að koma að því að með eiginleika kerfisins, það þýðir vissulega að þetta mjög sterkur kóði og hann er notar til þess að eiga viðskipti. Hins vegar Bitcoin ekki notað í hinum viðskipti nema bara í spekulasjón og það er mjög ólíklegt að kerfi myndi ráða við að verða einhvers konar alheims gjaldmiðl, nánast útilokað. Við erum ekki að tala fyrir því heldur að þú sért bara að kaupa kaffi fyrir Bitcoin. Þú ert ekki að tala fyrir því að það var svona upphæflegur rökin fyrir þessu. En þá maður ekki að gleyma því að kostnaðin við kerfið mjög mikill. Bitcoin í dag svona flest mött svona bilinu sem ég sé sko svona frá 0,5 og upp í 1% af orkunótkun heimsins og verðmæti orkuna sem fer í að viðhalda kerfinu sem það bil 2% sem þá svona sirka það sama og verðbólgumarkmið Seðlabanka heiminn. Þannig að ekki það að Bitcoin það ekki bara það að það hefur ekkert cashflow heldur hefur að neikvætt cashflow til þess að viðhalda kerfinu. En hvers vegna taka þá mænerar allan heim, af hverju velja þeir að fúsum og frjálsum vilja, það ekki ríkis niðurgreitt og ekki neitt, af hverju velja þeir að verja sínum fjármunum í að fjárfesta í orku, byggja upp orkuinnviði, kaupa ótrygga orku og alls konar sem þeir eru að gera og nýta orku víða heim með betri hætti en áður hefur gert. Af hverju velja þeir að fúsum og frjálsum vilja að borga dollara eða hvað það krónur
til þess að kaupa orku, til þess að eignast bitcoin. Af hverju gera þær það? Það er alveg augljóst. Eru þeir vitlausir? Nei, það verður næst að þeir fá bitcoin og svo lengi sem þeir geta selt bitcoinin og hærra verði heldur en orkuþörfin og eins og þú veist eflaust betur en ég að þá hefur ég þá er þetta mjög svona teygjanlegur markaður, hann brest mjög mikið við verði og bitcoin og þess vegna er einmitt hassreitið á bitcoin breytt á 2 vikna fresti til þess að aðlaga kerfið difficulty adjustment, til þess að aðlaga kerfið að því hvað það eru margir en og þú veist þú bara horfir á bitcoin í dag og þú horfir á verði fyrir einhverjum tíma síðan og þú veist, það hefur verið augljóslega hækkað það er ekki til, spurningin er svo er einhver sérstök ástæð til þess að ætla að það muni halda áfram að hækka þú segir að það sé mikið innflæði, ég segi það er engin fundamental not fyrir bitcoin sem slíkt sem þýðir það að það ætti að hækka